hvaðan kemur þessi söfnunar árátta? Já, ég eiginlega svona með tímanum búin að átta mig það að þetta kemur frá tengdapabba, Bigga Guðna heitnum sko. Hann var rosalega mikill safnari og mér fannst það voða skrítið. Ég var 16 ára þegar ég kynnist honum, þegar ég kynnist konunni. Og hann safnaði alls konar hlutum sem að ég á þeim tíma var ekkert að ná að tengja við. En svo svona hægt og rólega fer maður að sjá svona kannski verðmæti hinn og þessu. Og núna maður, já eins og kannski sér hérna, safnar hinn og þessu. Og ég alveg á því að þetta kemur frá tengdapabba. Og það svolítið gaman að stundum þegar ég að koma eitthvað nýtt og spá í einhverju og konan ristir hausinn, þá segi ég stundum, hvaðan heldur ég hafi þetta sko? Þetta kemur bara frá honum sko. Bílskúrinn hérna hefur, hann lítur út svona eins og einhver breskur pub. Já, það var eiginlega, þetta byrjaði, við kaupum þetta hús 2009 og svo var náttúrulega bara skúrinn bara ruslahaugur og við vorum að pæla í hvað við ættum að gera og svo datt það út að hvort við ættum að setja biljardborð í skúrinn. Og mágur minn var Börkur Birgisson, hann var með knappborðsstofu og við vorum, ég og konan ofta að spila biljard. Þannig að það var bara strax, við munum ekki einu sinni hvor komið hugmyndin að setja biljardborð, það var bara eitthvað sem okkur hefði dreymt þegar við vorum krakkar. Og það var bara ákveð og þá byrjaði ég hægt og rólega að vinna í þessu öllu hérna og ég að smíða hérna smá útigeymslu og opna upp á háaloft og færa á þvottahúsið og áður en ég gat byrja að tæma allt draslið hérna. Hérna í loftanum ertu með búningasafn, stórt og mikið. Já. Hvaðan kemur það? Það kemur eiginlega úr öllum áttum og eins og svona þeir sem að þekkja mig vita, ég rosalega mikill Keflvíkingur og það eiginlega svona gegnumgangandi eina liðið sem ég held með, þannig að ég held að séu 13-14 Keflavíkurtreyjur og vonandi einn daginn verður þetta bara Keflavíkurtreyjur. Og það svolítið gaman að það eru margir sem hafa komið með treyjur til mín sem að þeir hafa einhvern tíðan eignast og svo komið með til mín, heyrðu, konan vill eiginlega hendi þessu og mátt ekki vera hjá þér. Þannig ég segi stundum ekkert máli, ég skal geyma þessar treyjur fyrir ykkur. Það ekki að gefa mér það, en það eru nokkrar treyjur hérna sem eru mjög merkilegar. Og síðasta sem bættist í safni voru 3 treyjur frá Ólaf Þór Magnússyni sem ég hélt mikið upp á þegar maður var yngri, þegar hann var hérna upp á sitt besta. Það var gaman að því. Og maður sér svona svolítið þróuna í treyjunum. Og svo Bayern München áritað af Jürgen Klinsmann og ein frá gamla Austur-Þýskalandi. Þær koma óbeint til mín frá gegnum Ásgeir Sigurðsson. Hann á þetta mágur minn, Burkni Birgisson. Hérna erum við með merkilegt safn af leikskrám Keflavíkur frá ýmsum tímum. Já, þetta eiginlega svona líka við Keflavíkur altari sko. Ég svolítið gaman í því og hef verið að fá þetta héðan og þaðan. Og það svo gaman að þessum leikskránum sem við vorum ekki að spila við alveg stór lið, Everton og Tottenham. Hvar ertu að komast yfir þetta? Ég hef keypt einhvað þessu á eBay og svo eru rosalega margir sem bara koma með til mín. Og það var eins og megnið af leikskránum hérna sem voru 80 eitthvað. Þetta fékk ég bara einn bunka frá einum fyrirverandi leikmanni. Þá voru að tæma eitthvað hús og þessa held ég hérna upp á. Þetta Keflavík Real Madrid og þessa fékk ég á netinu. Svo, þú ert áhugamaður bjór og þú svona ert með ýmsa muni tengda bjórnum? Já, mér þykir bjórinn mjög góður og ég á tímabili bruggaði ég bjór líka og þá náttúrulega fór ég alveg á kaf í það en ég með svolítið þráhyggju sko, ef ég dettur eitthvað í hug þá þarf að fara alla leið og lesa bækur og kynna sér þetta fram og tilbaka og þannig að það mjög mikið bjór tengt og ég var að vinna með einum sem hafði unnið á bar og þegar hann sá myndir af skúrnum þá datt hann í hug að senda myndir á allar heildsölur sem voru með áfengi. Hvort þeir ætti ekki einhver til að gefa í skúrinn. Og við fengum svaka viðbrögð. Ég fór einn föstudag og fyllti bílina alls konar dóti. Þetta kemur héðan og þaðan sko. Og það svolítið gaman að ég oft þegar ég kem heim og það er búið að frétta hvernig skúrinn að þá stundum bara einhvað í andirinu. Og sumir fá poka með ís og hörða hún, þú farið eitthvað annað. Já, og hann nú duglegur bróðir tengd og Árni Ásmunds. Ég veit að hann svona að gauka þessu að mér. Árni, takka þér fyrir. En ég veit að söfnunar árátta niður, hún svona farin að flæða út úr skúrnum og jafnvel upp á aðra hæð í húsinu. Þú ert með gríðarlega mikið safn af teiknimyndasögum. Segðu mér aðeins frá því. Já, það byrjaði nú eiginlega bara í sumar sko.
þá ég veit ekki eiginlega hvað var kveikjan að ég eignaðist nokkra teiknimyndasögur og svo fór ég að stúdera þetta og allt sem ég geri í svona dellu og vitleysu, þá fær maður að fara á bólakaf og þá fór ég að lesa mig hvaða teiknimyndir sem hafa verið gefnar út og svona einblínum svolítið á þessar bækur sem voru gefnar út frá svona 70 til 90. Þá það Tinni og Lukkuláki og Svalur og Valur og þetta sem að flestir muni eftir og svo Viggo náttúrulega í miklu uppáhaldi. Við erum að tala teiknimyndasögur sem hafa verið þýddar yfir á íslensku. Já, og þetta svo maður að lesa þetta núna og stúdera þetta frá svona öðrum forsendum. Núna ég að lesa til þess Tinna í þeirri röð sem að höfundurinn samdan. Og þetta kom ekkert í réttri röð endilega hér á Íslandi. Og það stórkostlegur munur að sjá fyrsta bókin sem Tinni í Kongó að þá svertikjarnir teiknaðir rosalega frumstæðir en þá var þetta á þeim tíma, hann var beðinn að gera Tinna í Kongó sem fyrstu bók og þá var bara litið á það svertingjar í Afríku og þeir væru eiginlega bara stór börn. Þannig hún oft verið svona, tala að mikið rasismi í henni, en það líka verið á hvaða tímapunkti hún skrifuð. Hún skrifuð 1931. Bara tíðarandi þá fengi örugglega óblíða móttökur í dag. Já, það hætt við því en þær sögur eru rosalega skemmtilegar og það svo gaman þegar bara best í tal að ég sé að safna teiknimyndasögum sumir hrista svona hausinn fyrst en svo einhvern veginn smá fara allir á flug út að það hafa allir einhverja minningar frá þessu og ég segi stundum að teiknimyndasögunar þessar sem voru þýddar yfir íslensku að fyrir okkar kynslóð þá þetta okkar YouTube. Þetta var aftur og einhver kom í heimsókn þá var að teiknimynd ef að mamma þurfti að þræla í heimsókn einhver þegar þá var atvökkur þá voru til teiknimyndasögunar og mér finnst rosalega gaman að sjá gamla teiknimyndasögur sem búið að lesa upp til agna, þær hangi ekki saman. En aðra bækur sem kannski fyrir fullan á þessum tíma, þær hanga alveg saman, þær voru ekki svona lesnar. Hvaðan eru þessar bækur að koma? Svona það þegar ég ger eitthvað, þá fer ég svolítið að bóla kafa, þetta fréttist, þannig að maður er ófeiminn að láta fólk vita hvað maður skrítinn þegar maður tekur upp nýja dellu. Þannig að hafa margir verið að lauma það með bókum og ég tek á móti þeim alveg fagnandi. Ég segi allar teiknimyndasögur eignast gott heimili hjá mér. En svo fer ég oft í kompuna upp á Iðavöllum og það eru stundum bækur sem að slísast þar inn. En þessar bækur eru svolítið það að dagað uppi hjá foreldrum okkar kynslóðar og svo þegar það fólk að minnka vissi þá þetta jafnvel að enda á haugunum og það finnst mér eiginlega alveg skelfilegt. Þetta eitthvað sem ég vil fara með á elliheimili þegar ég fer þangað. Það eitt í viðbót. Þú gengur ekkert alltaf í svörtum jakkafötum. Þetta nú bara svona til gaman. Stundu þegar þannig tækifæri, þá finnst mér, eins og ég segja, ekki óþarf að vera alltaf í svörtu jakkafötunum. Þannig að þetta byrjaði eiginlega smá svona vinnustæðagríni á nætuvakt og við pöntuðum, ég og annar, Helgi Birkir Þórisson, pöntuðum einhver skrítin jakkaföt og svo fór þetta bara vindu upp á sig. Þetta finn ég á netinu og þetta kostar ekki neitt þannig að svolítið gaman. En þetta notað kannski bara við eitt ákveðið tækifæri og svo fer þetta bara á vegginn? Já, þetta notað alveg, þetta ekki rosalega oft en ég kannski notað þennan mest. Ég var búinn að mæta á honum á einhver ásatíð og svo var eitthvað disco-þema vinnupartí og það var Rubik Cube sem var þema, þannig að þá varð ég að mæta í þessu Mæta þá í, það eru buxur og vesti og allt hérna En þetta er svona, ég met svona tækifæri Þetta ef mótjólaklúburinn hitti, það var á hauskúbunar og bara svona til gamans.